og við göngum þá til fjórðaliðar á dagskrá sem skýrsla bæjarstjóra og Ásthildur Sturludóttir tekur til máls bæjarstjóra. Forseti, góðu bæjarfulltrúar. Ég ætla að flytja hér skýrslu bæjarstjóra sem frá 19. mars og til dagsins í dag. Þann 20. mars þá flutti ég stutt ávarp á lokahátíð stóru upplestarkeppninnar sem fór fram í Kvosinni í Menntaskólanum á Akureyri. Þar tóku þátt nemendur úr 7. bekk og það má eiginlega segja með sanni að þau voru bæði sér, fjölskyldum og skólum sínum til mikil sóma. Og það var Brynja Karitas Thoroddsen úr Brekkuskóla sem sigraði, Helgi Már Þorvaldsson úr Lundarskóla var í öðru sæti og Guðmar Gísli Þrastason úr Hríseyjarskóla var í 3. sæti. Mig langar líka að segja frá því að það var alveg sérstaklega fallegur upplestur á arabísku sem Ibrahim Khattab Al-Mohammad sem nefndi 7. bekk Glerárskóla flutti og þetta var alveg einstök upplifun. Nú seinna þennan saman dag þá tók ég á móti Rotary klúbbi Akureyri í Ráðhúsinu og sýndi þeim húsið og fór yfir starfsemina og söguhúsins og við borðuðum þar á eftir. 21. mars þá tókum við á móti Guðrúnu Brynleifsdóttur og Dagný Ósk Ragnarsdóttur frá Landsvirkjun og með mér voru líka oddvitar meirihlutans. Við fórum yfir helstu, eða þær fóru yfir helstu niðurstöður skýrslu sem Landsvirkjun lét vinna í samstarfi við erlenda ráðgjafa tækifæri til orkusölu utan höfuðborgarsvæðisins. Kvöldið þá var unglingameistaramót Íslands á skíðum sett í Brekkuskóla og það var nú ákveðin óvissa mótahaldið því að veðurspáin var nú mótinu ekki endilega hliðholl en ég sagði nokkur hvatningarorð til keppenda og svo hlýddu við öll á magnaðan fyrirlestur Dagný Erlendu Kristjánsdóttur þar sem hún sagði frá reynslu sinni að vera alþjóðleg keppnismanneska á skíðum og hvatti alla til dáða með að setja sér markmið og allt sem mögulegt með einbeittum vilja. Og það eitt sem var alveg sérstaklega við lögðum á minnið en það var það að hún sagði drekinn flýgur hæst í mótvindi. Þannig að ég held að við ættum að geyma það hjá okkur og gleyma því ekki. Nú 22. mars þá undirritaði samkomulag milli Akureyrarbæjar, lögreglunnar á Norðurlandi og Neyðarlínunar uppsetningu löggæslu myndavéla og það mjög gott að það sé búið að setja þetta mál í farveg til þess að auka öryggi íbúana og það gleðilegt að segja frá því að þetta verkefni nú þegar farið af stað. 24. til 27. mars þá tók ég þátt í málstofu í Brussel á vegum Háskólans í Lapplandi og Evrópusambandsins sem buðu mér þangað og var ég með erindi Akureyri. Þetta málstofan var norðurslóðir og yfirskriftin var Sustainable Arctic in the context of environment and socio-economic changes og eins og ég sagði, ég fór sérstaklega yfir það hvað við erum að gera hér á Akureyri og hvað við leggjum á mörkum til umhverfismála. 27. mars var ég í viðtali hjá samfélaginu á Rás 1 og það sem umfjöllunarefnið voru loftslagsmál og það var í tengslum við ráðstefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga loftslagsmál og fjallaði ég þá sérstaklega Akureyri og hvað við höfum verið að gera. Nú daginn eftir þá var ég með erindi á málþinginu loftslagsmál og erindi bar yfirskriftina Loftslagsmál á norðurslóðum, hlutverk sveitarfélaga. 29. mars þá byrjaði nú daginn á því að heimsækja rússneska sendiráðið í tengslu við komandi ferð til Sankti Pétursborgar en þar ég fara á fund Northern Forum í næstu viku og ráðstefnuna The Arctic Territory of a Dialogue en fundur Northern Forum haldinn samhliða þessari ráðstefnu líkt og gert var hér í haust þegar Arctic Circle var haldinn. Og eftir það hitti ég Sigrúnu Björk Jakobsdóttur með forseta til að ræða flugmál og svo fórum við á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga sem haldið var á Grand Hotel. Og í gær 1. apríl þá var ég viðstödd opnun útibús Barnahús á Norðurlandi sem staðsett í Glerárgötu 26 og það má verður bara segjast alveg eins og að þetta varða veruleika vegna stuðningsfélags- og barnamálaráðherra, dómsmálaráðherra og lögreglunnar á Norðurlandi eystra við Akureyrarbæ
og útibúið er opnað í góðri samvinnu þessara aðila og Barnaverndarnefndar Eyjafjarðar og dómstólasýslunnar og eins og við vitum þá verður barnahúsið til þjónustu við börn af öllu Norðurlandi og Austurlandi og það verður að segjast að þetta algjör bylting í þjónustu við börn sem þurfa einhverjum tímapunkti að nýta barnahús. Og eftir hádegi þá var þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis á Norðurlandi opnuð í Guðmannsminni og starfsemin verður á sama stað og Aflið og sömuleiðis voru það barna- og félagsmálaráðherra og dómsmálaráðherra sem studdu þetta verkefni dyggilega, þannig að það varð að veruleika og mér finnst ástæða til þess að nefna það að lögreglustjórinn á Norðurlandi var öflugur talsmaður þessa verkefnis auk að sjálfsögðu Akureyrarbæjar og að þessu koma líka Háskólinn á Akureyri, Aflið, Heilbrigðisstofnun Norðurlands og sjúkrahúsið á Akureyri og sömuleiðis samtökum Kvennaathvarf, Kvennaráðgjöfin og Mannréttindaskrifstofa Íslands. Og með þessari þjónustu er hægt að veita þolendum ofbeldis faglega þjónustu heima í héraði sem er afar mikilvægt eins og við vitum öll því að afleiðingar ofbeldis eru oftar en ekki hörmulegar. Og í morgun þá átti ég fund með Alan Pope sem er framkvæmdastjóri Alþjóða Norðurskautsvísindanefndarinnar sem er skammstafar EASC og ræddu við sérstaklega málefni Northern Forum og fundarinn sem framundan er í Sankti Pétursborg í Rússlandi. Takk. Það bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskrá tæmd. Eftirtaldar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 21. og 28. mars, bæjarráð 21. og 27. mars, frístundaráð 20. mars, fræðsluráð 18. mars, skipulagsráð 27. mars, stjórn Akureyrarstofu 21. mars, umhverfis- og mannvirkjasvið ráð 15. mars, velferðaráð 20. mars. Og hægt er að nálgast þessa fundagerðir á vefsíðu bæjarins og þá segi ég fundi slitið 20 mínútur yfir 7.